Já, áhorfendur góðir, velkomin í útsendingu frá Íþróttahúsinu á Siglufirði. Hér að hefjast leikur í fyrstu deild karla í blaki og það eru heimamenn í blakfélagi Fjallabyggðar sem að taka móti Hamar B frá Hveragerði. Og við sjáum hér í hvítklætt bakið á Hamarsmönnum en Fjallabyggðarmenn eru albláir og það eru ungir framtakssamir menn hér í Fjallabyggð sem að sjáum að streyma frá þessum leik. Þetta straumendur, sjáum hljóðamynd, það hefur ekki alveg gengið nógu vel að fá okkur til að lýsa og þurfti því svo sem þetta talar að hlaupa í skarði með stuttu fyrir aðra, en við skulum bara segja það að sjón sé söguríkari, við látum myndina tala meira heldur en rausið sjálft í mér. En það eru Hamarsmenn sem áttu uppgjöfina. En það eru heimamenn sem skora fyrsta stigið. Og gestirnir eru fljótir að jafna, en það er gaman að sjá það að í liði Hamars eru nú tveir af allsterkustu blakmönnum Íslands. Bræðurnir það eru bræðurnir Kristján og Hafsteinn Valdimarssynir. Glæsileg vörn hjá Hamarsmönnum og þeir ná að koma boltanum yfir, en það eru heimamenn sem að reyna aftur. Hamarsmenn ná en og stigið fer til heimamanna 2-1, en þeir gefa því upp. Hamarsmenn á stjórnaboltanum og koma honum yfir núna. Fjallabyggðarmenn sendi ekki mistekst þarna og boltinn er góður hjá heimamönnum og gestirnir jafna því metin. 2-2 hér í fyrstu lotu. En glæsileg hávörn í heimamönnum og stigið þeirra, staðan 3-2. Hlutskipti liðin í deildinni nokkuð ólíkt. Heimamenn eru á botninum með 2 stig. Meðan að Hamarsmenn eru miðja deild með 20 stig. Og þarna jafna heima gestirnir fyrir gefið metin 3-3. Jafnt og spennandi í byrjun, vonandi verður það bara þannig áfram. Og þá er það lúmsk uppgjöf sem að heimamenn á ekki að verjast. Staðan gestirnir komnir því með 1 stigs forskot. 4-3. Og þarna sá hún ekki greinlega, en heimamenn náðu ekki berga þessu bolta og tveggja stiga fórusta gestanna ára staðreind 5-3. Mistum aðeins af þessu. Það er glæsilegt smass í hávörnina og út fyrir, þannig að stigið er heimamanna 4-5.
sem að tekst ekki. Hávörnin öflug hjá gestunum og 2 stiga fórustu þeirra á 9. Það Valdimar Hafsteinsson sem að gefur upp og hann fer rakleitt í gólfið. Misskilningur þarna í varnarleik heimamanna og 7-4 er staðan fyrir Hamarsmenn úr Hveragerði. Og aftur Valdimar sem gefur upp. Móttakan ágætt hjá heimamönnum, kom honum yfir og smass í hávörnina út fyrir. Stigið gestanna 8-4. Hann á undirtökum eftir jafna byrjum en það nóg eftir. Og ná heimamenn að stöða þessa leiftursókn. Nei, ekki þetta skiptið. Boltinn út af og stigið Hamars 9-4 og enn það Valdimar sem með uppgjöfuna. Já, 10-4, allt gengur aftur fótunum með heimamönnum. Eftir jafna byrjun kom þetta sterka áhlaup gestanna og það leikhlé sem að þjálfari Fjarðabyggðar tekur. Staðan í fyrstu lotu. Blakfélag Fjarðabyggðar 4, Hamar Hveragerði 10. Þetta eins og í að vísu B-lið Hamars. En þeir eru vissulega með sterka leikmenn hann innanborðs, leikmenn sem eru lykilmenn í A-liði Hamars sem í efsta sæti í úrvalsdeild karla sem stendur. Og hann innan liðsins eru fjölmargir landsleikir. Þannig að það gaman að fá það heimsókn hérna á Íþróttahúsi á Siglufjörð. Og nú hafa menn ráðið sínum og leikurinn hefst að 9. Og það Valdimar sem reyna að gefa upp. Og heimamenn kom boltanum yfir. Og hvað sjáum við lauman. Þetta snyrstilega gert. Snyrstilega gert hjá Kristjáni Valdimarsinni. Annar af bræðrónum. Og Karl Faðir að gefa hérna upp. Þetta vel gert á heimunum og boltinn út af, þarna stöðar þetta áhlaup á lokum. Staðan 5-11. Og það heimamenn sem gefa upp. Það Fanna með uppgjöfuna. Móttakan, sérstök hvað gera heimamenn úr þessu og það smass, vel gert. En góð vörn í Hamarsmönnum og boltinn út fyrir. Og sjá. Dómarinn, nei, hann stigið gestanna. Þannig að fór í hávörnina og út fyrir, þannig að staðan 12-5 og það Kristján sem að gefur upp. Og heimamenn koma boltanum við netið, Herkjum og hvað gerist hér? Góð hávörn, en stíðir alltaf heimana. Við sáum ekki alveg hvað gerist. Eins og við heyrið þá lýsandi ekki með doktorsgráðu í blaki, en eins og ég segi, Sjónu söguríkari og því áhorfandi góðir, látið bara þetta tal sem vindur meiri þjóta eða það eitthvað bull. En gott stig heimamanna, staðan 7-12. Aðeins að réttu kúknum eftir slæmakafla. Ekki segja slæmikafli sé bara búinn í heimamönnum þessari lotu. Og þetta vel gert að gesta. Vel gert. 13-7.
Nafni Minn Þorvaldur sem að gefa upp. Númer 2 hjá gestunum. Og sjáum til Lauman, já. Þetta var snyrtilega. Vel gert. 8. stigið í Höfn. Staðan 8-13 og Fjallabyggðarmenn í uppgjöfina. Stigið gestanna 14-8. Uppgjöf Inga Bjarnar fer yfir og vel gert hjá Haugmönnum en glæsileg vörn og kom ekki boltanum að Laumánum hafa með vinstri yfir, tókst ekki og 9. stig Haugamanna, 9-14. Uppgjöfin kemur hér, hvað gerir gestirnir? Það smassað yfir, verjast og ná að bjarga þessu, koma þessu yfir, þetta var erfitt. Jú, og þeir geta lagt upp í góða sókn og það gera glæsileg hálfur en boltinn naumlega út fyrir, þetta var vel gert. Það báðum liðum, sóknarlega og varnarlega, en stigið Hammarsmanna. Staðan 15-9. Og það Haraldur Örn sem gefur upp fyrir Hammarsmenn. Það vel tekið á móti og kom boltanum yfir. Sjáum til. Og hvað gerist nú? Já, vel gert, en færið var gott en hann hitt hann bara ekki. Kom hún ekki við netið og stigið fer þau til gestanna. Hamar 16, Fjallabyggð 9. Og þessi uppgjöf fer rakleiðis út af 6 stiga munur því í gangi. 10-16 þegar Heimamenn gefa upp hér í íþróttahúsinu á Siglufirði. Og það skipting Alex Helgi ásækið að koma á og fer beint í uppgjöfina. Uppgjöfin fín og komum yfir á auðspilið, ekki alveg sem bestur á kosi en glæsileg vörn og ristar spyrna en út af. 17-10. Hammarsmenn með forystu í fyrstu lotu í þessum leik. Liðin eiga svo aftur við á morgun í íþróttahúsinu og verður streymt einni frá þeim leik. Uppgjöf gestanna, góð uppgjöf en já, hann var ekki góð því hún fór út fyrir. Svo að stigið Heimamanna 11-17. Alois sem að gefa upp. Það gerist hér, góð uppgjöf, fín móttaka, það skulle ekki alveg að gera sig þarna en má við sjá og þetta var vel gert. Góð sókn Heimamanna og þeir næla sér í 12. stigið. Glæsileg boltinn yfir og gestirnir spil þetta hann hafði ekkert voðalega mikið fyrir þessu verður að segja svo en vel gert hjá þeim. Staðan 18-12. Og það komið að Valdimar að gefa upp, hann átti margar uppgjafir röð áðan, góðum kafla þeirra gestanna og lauma en Hávörðin sér við þessu. Hávörð gestanna öflug með Kristján þarna.
Hátt á 3. meter. Frábær blakleikari. Þetta vel spilað á heimönnum. En hitt hann ekki. Var með fínt stökk, mikið stökkkraft. En kom ekki boltanum réttum megin við netið. Og Valdimar gefið upp aftur. Staðan 20-12 fyrir Hamar. Og þetta var vel gert. Snöggt uppspil og gott smass beint í gólfið. 13. stigið hjá heimamönnum, 13-20. Þarna tekur Hávard í boltan og þeir koma boltanum yfir. Og hvað gerist? Það Kristján, hann laumar honum, glæsileg vörn, vel gert. Og heimönnum vel bjargað. En gestirnir koma það aftur. Og þetta er tvíslag eða eitthvað slíkt. Veit það ekki hreinlega. En stigið er alltaf heimanna. Og því fagnar áhörandi hér. Og staðan 14-20. Og Aron Fannar gefur upp. Og þetta er vel spilað hjá gestunum og þetta er skilvirkur sóknarleikur hjá þeim. 21-14. 21-14 þegar Kristján gefur upp. Taka nágett og koma hann yfir. Já, og það gerist þetta. Nei. Stigið var heimanna. 15-21. Náðu þeir að gera áhlaup hérna í lok. Eða í lok, þegar langt í lið á fyrstu lótina. 21-15 fyrir gestina. Og uppgjöfin of löng. Þannig að stigið er gestana 22-15. Og það er að Þorvaldur sem gefur upp. Já, vel slegið yfir og það er vel gert. Þórarinn með gott smass þarna sem að Hamarsmenn náðu ekki að verjast. Allavega ekki nógu vel, þannig að stigið heimanna. 16-22. Og það er Þórarinn sem að fer í aukjöfuna sjálfur. Já. Og hvað gerist það? Laumað yfir, góð vörn, komaður þessu, já, komur sig yfir. Og þá komum við gestirnir aftur. Þetta er vel spilað hjá þeim. Örugt smass, gott stig hjá þeim. Hilmar slóðan hann. Hratt og örugglega í gólfið. 23-16. Ég veit það þó að lotan er upp í 25. En 17. stigið kemur til heimanna. Uppgjöfin út fyrir kemur hér, Marsín gaf upp og þetta er glæsileg Hávörn heimanna. Þetta var vel gert. Gott smass en Hávörðin stóð svo sannlega fyrir sínu og menn stíga ekki segja trilltan stríðstans en nokkuð agaðan stríðstans þarna og fagna og það er Marsín sem gefur upp aftur. 18-23 er staðan og mann sjá þarna var stigið heimanna 19-23. Náðu þeir að gera þetta spennandi. Það er óskandi fyrir heimamenn. Marsín gefur upp. Staðan 19-23. Og gestin taka vel á móti. Uppspilið tekst nú ekki sem skildi. Hvað gerist hérna? Það er smass lauma og steig yfir og 24. stigið og þá kemur Haraldur Örn skokkandi. Getur skorað hér og tryggt Hamarsmönnum fyrstu lótuna. Menn taka við. Komum við sjá, kemur síðasta stigið. Já. Síðasta stigið kom hana. Fyrstu lótu er lokið. Það voru Hamarsmenn sem tóku hana. 25-19.
Velkomin til leiks, hefjast önnur lota. Fyrsta lotan var nokkuð þægileg fyrir gestina í Hamar. Staðan 1-0. En það eru heimamenn sem með aukjuna. Þórarinn Hannesson með aukjuna. Og jú, þetta dómar var eitthvað að hikaði. Þetta var góð vörn. Og fyrsta stigið Fjallabyggðarmanna. Þannig að uppgjöfin kemur hér. Þórarinn aftur með uppgjöf og það gestinni koma boltanum yfir. Og sjá hvað gerir heimamenn. En tókst ekki alveg sem skildi og staðan því jöfn 1-1. Eins og áður segir það framtakssamir ungir menn hérna í Fjallabyggð, straumendur sem að sjá að streyma leiknum. En njóta liðstillis fyrirtækja, kjörbúðurinn hérna á Siglufirði og Kjörís í Hveragerði sem að styrsti útsendingun líka með myndarskap og ber að þakka fyrir það. En það eru Smass sem fer út fyrir hjá gestunum úr Hveragerði og stigið því heimamanna. Staðan 2-1 fyrir Fjallabyggð þegar Marsín kemur og gefur upp. Og í móti ég koma þeir boltanum yfir. Jú, gera það. Þórarinn og sjá, Laumann. Gestirni verjast þessu og hérna kemur Smass. Nei, það fín vörn, boltinn yfir. Hamarsmenn reyna aftur. Stutt uppspil og boltinn í gólfið. 2-2. Snýst til að gesti á gestunum. Eins og ég sagði áðan, þá það kjörbúðin og Kjörís sem að styrkja þessu útsendingu, en Siglo Hótel og Benekta eru styrktaraðilar Lagfélags Fjallabyggðar. Og þessi uppgjöf fer af Fjallabyggðarmanni og út fyrir og staðan því orðin 3-2 fyrir gestina. Móttakan ekki sem skildi hjá Fjallabyggðarmönnum og nokkuð þægilegt stig og auðvelt fyrir gestina 4-2. Nauðsynlegt fyrir heimamenn að reyna að verjast svona áhlaupi eins og var í fyrstu lotu, en þessu ekki fyrir rakleysi í gólfið. Staðan 5-2 fyrir heimamenn. Fyrir gestina ætla ég að segja, 5-2 fyrir gestina. Og sjötta stig þeirra kemur núna, gengur ekkert upp hjá heimamönnum. Nú þurfa þeir að fara að setja stopp á þetta. Hvað gerist hér? Jú, móttaka fín, hvað gerist? Boltinn yfir, en út fyrir 7-2 fyrir Hamar og þjálfari Fjallabyggðar Sara Segar að tekur leikhlé. Aftur eins og í fyrstu lotu, slæmur kafli. Þá komu 7 stig í röð. Nú eru 6 stig Hamarsmanna í röð eftir að Fjallabyggðarmenn komast í 2-1. En það er nú eftir. Þessar annar lotu, fyrsta lota var Hamarsmanna 25-19 og staðan núna 7-2, en þessi lið mæta svo aftur hérna á morgun á klukkan 12, það ég held, hérna í Íþróttahúsinu. Þannig að Hamarsmenn tóku bara netta helgarferð til Fjallabyggðar, en það er gott að vera hér, mikið af fólk í bænum. Og þeir mæta hérna og það verður einnig sýnt frá þeim leik á hérna Rás Straum Anda. Og Hamarsmenn og uppgjöfin, hún er út fyrir og loksins kemur stig hjá heimamönnum. Fjallabyggð 3, Hamar 7. Og Hafsteinn sem að gefur upp fyrir heimamenn.
Og þá Kristján kemur hann og varnarleikurinn, þetta hafðist og smassið en það var út fyrir 8-3 gestunum vil. Og uppgjöfum fer nú í netið. 8-4. Gott verið heiminn að koma með smá áhlaup. Það Aloe sem að gefa upp. Og þessi fyrir gólfið. Þessi fyrir gólfið. Misreiknuðu bóttflugi á boltanum gestirnir. Leta fara. En hann var innan vallar. 5-8. Önnur uppgjöf fyrir Aloes. Og stíðir heimana 6-8. Þetta er að jafnast. Aloe skifur aftur upp og móttaka fín og Kristján með hann setur hann bara frábæra yfirsýn og setur hann í gólfið. 9-6 gestunum vil. Já, fín móttaka. Hvað gerist? Þetta er frábær Hávörn. Það reyna aftur og vörnin tekur á móti þessu og lauma en fór í netið. 7-9, 2 stiga munur. Allt opið hérna í annarri hrinu þessa leiks. Hamarsmennunum fyrstu hrununa og leiða hér 9-7 þegar Fjallabæðarmenn gefa upp. Og 9-8 miskilningur hjá Hamarsmönnum en uppgjöfin var lúmsk, getur við sagt, hjá Aroni. 9-8 náður að jafna hér og taka við og hvað gerist? Boltinn af vörninni og út fyrir 10-8 Hamarsmönnum vil með litlu þarna, en ekki nóg. Uppgjöf gestana, vel tekið á móti, sjáum við spilið og smass. Nei. Gestinni koma þessi yfir. Þetta er vel gert hjá gestunum. Spiluðu vel upp úr erfiðri stöðu, 11-8. Hamari vil. Náður að bjarga þessu. Já, vel gert. En þá koma gestirnir í góðri stöðu og skila þessi gólfið. 12. stigið. 3 stig núna í röð frá gestunum. 12-8 og það er Kristján Valdimarsson sem að gefur upp. Og þetta var vel skemmtilega gert á heima. Kom þarna Hamarsmönnum óvarum. Skemmtir í laumu áttu fyrir sig. 12-9. Jón Einar sem er uppgjöfina. Það gerist hér í Hávörnina og heimmenn á að spila upp úr þessu. Já, boltinn yfir. Hamarsmenn koma svo. Þetta er vel varist. Og boltinn yfir Hávörn. Það er hvað gerist þetta? Það er löng lota en heimamenn náðu ekki að slóa hann of hátt í þakið. Þannig að stigið er gestanna 13-9. Það gerist á þessu og bolti gengur hér allar helmingu milli. Hamarsson fyrir ná stjórn á þessu og með hörku smassi, góð vörn
Hérna koma gestirnir heimamenn. Og það tvíslag sýnist mér. Þannig að Fjallabyggðar með að skora. Blakfélag Fjallabyggðar 10, Hamar Hveragerði 13. Það Þórarinn Hannesson sem að gefur upp. Og hérna kemur Smass í hávörnina og stigið heimanna 11-13. 11-13, þetta jafnt, það allt opið ennþá. Í annarri lotu. Uppgjöfin kemur hér. Vel spilað, fín hávörn. Og hvað gerist þeir ná að koma yfir? Já, en ekki nógu nákvæmt. Boltinn út fyrir 14-11. Hér menn að leggja sig alla fram og lendir þarna illa á áhörendapöllunum en hann ætlar að harka þetta af sér. Tekið leikhlé aðeins að gefa honum tækifæri til að jafna sig. 15-11 staðan fyrir Hamarsmenn í annari hrinu. Fyrsta hrinan var endaði 25-19 fyrir Hamarsmenn og þeir leiða hérna með 4 stigum og það ljúft og skylt að geta þess að það eru Kjörbúðin á Siglufirði og Kjörís í Hveragerði sem að styrkja þessa útsendingu og ber að þakka þeim kærlega fyrir og þeir gera það líka kleift að það verður hægt að streyma frá leiknum á morgun líka sem hefst klukkan 12 ef að mínar upplýsingar eru réttar. Leiklið er komið, leiklið er lokið, gestirnir gefu upp og vel gert, glæsileg Smass en góð vörn í Hamarsmönnum, boltinni aftur yfir til heimamanna og Smass en fín glæsileg hávörn. Þetta er vel gert í gestunum, Lás þetta vel og staðan til 16-11. Ingibjörn sem að gefur upp fyrir Hamar og uppgjöfin það góð að heimir náðu ekki verjast inni. 17-11 staðan í þessari annari lotu hérna í Íþróttahúsinu á Siglufirði. Gerist hér Smass og góð vörn og það eru ýmsir tilburðir reyndir þarna en niðurstaðan var svo að stigið var heimanna 17-12. Það er Marsín sem er á uppgjöfina. Ná heimanna smá áhlaupi hér. Hvað gerist? Boltinn og Smass en frábær hávörn og stigið er gestanna 18-12. Menn leggja sig alla í þetta, það er ekki hægt að segja annað. Fórna sér í þetta. Lúmsku uppgjöf, móttakan ekki sér skildi og staðan því 19-12. Og það er leiklið sýnist mér, nei, eða hvað. Ekki alveg að hreinu hvað er í gangi núna. Nei, menn er bara mættir til leiks aftur. 19-12 er staðan í annari lotu. Og það eru gestirnir sem að gefa upp. Það gefa upp eftir smá tíma aðeins að þarna kemur uppgjöfin. Dómarinn er búinn að gefa merki.
Já, móttaka fín, uppspilu gott og Hávörðin alveg frábær hjá Hammarsmönnum. 20-12. Erfitt að koma boltanum yfir Hávörðina þegar Kristján þarna. Og erfið uppgjöf 21-12. Heimamenn náðu ekki verjast henni. Þeir eru svona að sigla þessar annari lotu líka. En eitthvað stórmerkið gerist hér. Boltinn yfir. Og þetta virkar voðalega auðvöldstundum hjá Hammarsmönnum. En 22-12 er staðan. Skipting, Alex Helgi kemur inn á hérna heimamönnum. Þessi fyrir yfir. Þá eru gestirnir í góðri stöðu. Nei, jú. Boltinn fór vist í gólfið. Þetta voru glæsileg varnartilburður engu að síður. En munaði hársbreidd og staðan 23-12. Hvað gerist í uppspilinu? Smassi í netið. 24-12. Nokkuð ljóst hvorum megin þessi lota reyna endar. En það var að laga netið hérna. Gestirnir gefa upp. Kláraðir aðra lotu hér. Sjá, vel gert og lauma yfir, gesturinn á tökum á þessu og hvað gerist hér? Fín Hávörð, góð vörð og hérna kemur það. 25. stíð, þessi bolti var inni. 25-12, þannig að lota 2. Fellur í skaut, gestanna unnu fyrstu lotu 25-19, aðra lotu 25-12 og þriðja lotan hefst hérna innan skamst. Jæja, það er alltaf að vera klárt fyrir þriðju
rínuna. Hamarsmenn með 2-0 forustu og verður spennandi að sjá hvort að heimamenn ná að þétta raðirnar og taka inn að lotu. En í fyrstu deild karla eru 5 lið og þar Hamar í 3. sæti með 20 stig. Blakfélag Fjallabyggðar í 5. sæti með 2 stig. En þessi lið eigast aftur við á morgun. Og það verður svo eftir viku næsta laugardag koma HK hingað í heimsókn og etja kappi við Fjallabyggð. HK í öðru sæti deildarinnar. Hérna 3. lotan hafin. Gestirnir gefa upp og hafa núna stjórnaboltanum. Fín hávörð og aftur, og fyrsta stigi heimanna eins og í fyrstu 2 lotunum var alltaf fyrsta stigi heimanna og það að sjá hvort það muni duga eitthvað betur núna. Það Þórarinn sem að gefur upp. Og það tvíslata og 2-0 fyrir Fjallabyggð. Þessi fyrsta sinn sem að þeir komast í 2 stiga forustu í þessum leik. Það sjá nú til Þórarinn með uppgjöfuna. Og þeir ná að bjarga þessu. Þetta var fín vörn í heimannum. Boltinn kemur hérna yfir. Þórarinn, Hamarsmenn með smass í hávörðina og þaðan í gólfið. Ágæti tilburður, ekki nóg samt. Og staðan 2-1. 2-1 Fjallabyggð í þessari 3. lotu. 3. hrínu. Kalli þetta sitt hvort lotu að hrínu. Ég vil nú fara að ákveða hvort þetta á að vera. Þarna misskilningur hjá heimönnum og gestirnir jafna 2-2. Gestirnir jafna 2-2 og eiga uppgjöfuna. Hann fer út fyrir stigir heimanna 3-2. Það Hafsteinn sem gefur upp fyrir Fjallabyggð. Hvað gerist hér? Laumónum yfir og það sé yfir. Og þá koma Hamarsmenn. Hörkusmass, frábær leik. Þeir voru 4 hituna en boltinn datt í gólfið. Ágætisvörn, óefni, vantaði þarna einhver tækiskarið. 3-3 í þessari 3. hrínu. Og þarna móttakan misstóðst. Bara að gera betur næst. 4-3 fyrir gestina. Og það Haraldur Örn sem að gefa upp. Það kemur hérna smass. Þetta lauma og frábær vörn. Og þeir koma boltanum yfir og þá byggja þær aftur upp sókn Fjallabyggðarmenn. Smass og hann. Boltinn út fyrir ágætis tilraun en boltinn of langur. 5-3 fyrir gestina. Og þessir út fyrir. Þessir út fyrir. Stígir heimanna. Stígir heimanna og þeir gefa því upp. Og hvað gerist hér? Það smass í netið. Og heimanni jafna með því mittinn. 5-5. 5-5 og það uppgjöfin kemur hér.
og Kristján laumar hann yfir. Fín vörð hjá Þórarni og aftur kemur Kristján og erfitt að verjast þessu. Hann setur hann bara þarna í Þórarinn og boltan út fyrir. 6-5 Hamarsmanna. Það er Hilmar sem að gefur upp hjá Hamar og þetta er glæsileg uppgjöf en fín vörð og boltinn hérna yfir. Hvað gera Hamarsmenn? Það er smass og flott Hávard, mjög flott Hávard. Luis las þetta vel og kom boltanum í gólfið og fær að launum að taka uppgjöf þegar eftir að jafnaði 6-6. Það gerist hér. Hörðu, glæsilega gert. Koma þær þessu yfir. Já, vel gert. Og þá koma gestirnir aftur. Aldurbar og með að sjóma þessu. Þetta sér yfir. Já, og svona. Og enn á ný og það er Kristján. Erfitt að verjast þessu. Sjöunda stig Hamarsmanna. Þá er það Valdimar Hafsteinsson sem gefur upp. Þá tilvalið að geta styrsta raðalega útsendingar og það er einmitt Kjörbúðinu Siglufirði og Kjörís. Boltinn er komin hérna yfir og Hamarsmenn byggja upp sókn. Kristján setur hann í gólfið. 8-6. Erfitt að verjast þessum frábæra blakspilara. Uppgjöfin kemur hér. Og mann sjá. Já. Gott smass. Og hérna kemur og fín Hávörð en Hávörðin bara til háls og boltinn í gólfið hjá Fjallabyggð þannig að stigið er Hamarsmanna. Staðan orðin 9-6. Nú þurfa heimmenn að stöðva aðeins áhlaupið. Hvað gerist hér? Smass var aftar á línu, góð Hávörð. Þannig að heimmenn fá annan séns. Já, alltaf laumálum hann yfir en það var bara vitleysu megin við netið. Það gerist. 10-6 fyrir Hamarsmenn í þessari þriðju hrínu. Unnu 2 fyrstu og já, það var voða lítið hægt að gera í þessu. Þessu var skilað bara rakleitt í gólfið. 11. stig gestanna, 11-6 og enn er Valdimar sem er að gefa upp. Það gerist hér. Þetta var laumajó og það þarf að koma svo yfir. Það gerist en það gefur gestunum færi á að sækja og þetta var sett örugglega í gólfið. 12. stig gestanna, 12-6 þegar það er tekið leikli. Heimmenn að ráða sínum að þurfa aðeins að reyna að stöðva þetta áhlaup. Nóturnar hafa verið svipaðar jafnt í byrjun eins og hefur komið áhlaup gestanna sem hefur skilað þeim góðri forystu. Unnu fyrstu hrinuna 25-19, aðra hrinuna 25-12 og leiða hérna í þriðju hrinu 12-6. En menn er ekkert á því að gefast upp, menn halda áfram og við minnum á leikinn á morgun hérna í Íþróttahúsinu á Siglufirði. Það er klukkan 12 og hvetja íbúa Fjallabyggðar að koma hérna og fylgjast með og ef þeir ekki tök á því þá er hægt að fylgjast með útsendingu á streymi og vonandi ykkur að lýsa sem veit eitthvað í blaki en það er nú önnur saga. Og hér koma heimamenn. Þetta er smass sem fer á Hávörðinu og tekur og hörkunegla. Vel gert hjá gestunum. 13-6. Og það er að Valdimar sem er að gefa upp.
Fín móttaka og uppspil gott og Laumann, þetta er vel gert. Það náði ekki verið stressu. Misskilningur í varnarleik gestanna og 7. stigið komið Fjallabyggðarmegin. 7-13. Einar gefur upp og boltinn af Hammarsmönnum út fyrir 8-13. Já, enn er von. 8-13, Jón Einar aftur með uppgjöfuna og hún er of löng. Aðeins svo mikið lýs í þessari og staðan því 14-8. Þá er það Kristján með uppgjöfuna fyrir Hammarsmenn. Já, hún er út fyrir 14-9 staðan, eða 9-14. Aron Fannar með uppgjöfuna. Það gera gestirni hér. Þetta er ágætis sókn, menn vel varist. Alveg spilið og hvað gerist? Fínt smass, já. Þetta var vel gert. Gott smass hjá Marsín. 10-14. Þetta tókst ekki sem skildi, þannig að 15. stigið er komið hjá gestunum og það er hann Þorvaldur sem að gefur upp og Þórarinn hérna með uppspil. Hvað er þetta Marsín? Já. Smassið að hávörðinni og í gólfið Hammarsmegin, þannig að stigið er Fjallabyggðar. 11-15. í þessari útsendingu. Þriðja hrina hér í gangi. Hammarsmenn spil vel varist hjá Fjallabyggðarmönnum og Hilmar og frábær Hávar. Þetta er gaman að sjá. Virkilega vel gert í Fjallabyggðarmönnum. Það er líf í þeim ennþá. 12-15 og það er Þórarinn sem gefur hér upp. Móttakan, ekki nógu góð, boltinn út fyrir. 13-15, góður kafli á heimanu núna og vonandi fyrir þá. Náður að byggja ofan á hann og það er Þórarinn sem er í uppgjöfinni. Fín móttaka, hérna er lauma í hávörðina og boltinn yfir, já. Þarna verðust gestirnir af einurð og gerðu það vel sem skilaði stigi til þeirra 16-13 og þá er það Ingi Björn sem er að gefa upp. Hérna var misskilningur, þarna vantaði mann. Svona er þetta 17-13, Ingi Björn aftur með uppgjöfina. Tekja móti, hvað gerir Marsín, smass í hávörðina og út fyrir, Stigið er Fjallabyggðar, 14-17. 14-17 í þessari þriðju hrinu. Hammarsmenn leiða í hrinum talið 2-0 og eru hér yfir 17-14. Uppgjöfin er komin og það er Hilmar með smassið og náður að verðast þessu. Já, þetta er vel gert og boltan er komið glæsilega gert. Vel gert og hérna kemur aftur smass og frábær Hávörð. Hammarsmenn koma hérna í þriðja skiptið og smass allt er það þrennt er hjá þeim. Varnarleikunum var til fyrirmyndar hjá heimamönnum hérna og vantaði Hestlumönnum í þriðja skiptið. En staðan 18-14 og Haraldur Örn gefur upp. Já. Þetta var gaman að sjá. Alois lék þarna á alla og skilaði þessu með vinstri handar smassi í mitt gólf Hammarsmanna.
15. stigið Fjallabyggðar 15-18. Marsín er að gefa upp og Hamarsmenn koma boltanum í Howard. Hvað gerist þér? Já, boltin út fyrir 16-18. 16-18. Marsín með uppgjöfuna. En, og fyrir netið fór ekki yfir 19-16. 19-16 og Hilmar er að gefa upp fyrir Hamarsmenn. Hilmar Hamarsmaður. Það er glæsilega gert. Flott sókn, vel gert, gott uppspil og hörkusmass í Howardinu og út af. 19-17. 17-19 skulum við hafa þetta. Og það er Alois að gefa upp. Aðeins að fattast flugið heimönnum í uppgjöfunum núna og margar í netið. Við þurfum að nota allt tækifæri sem okkur gefst til að eiga við. Þetta erfiða lið, 17-20 og Valdimar að gefa upp fyrir Hamarsmenn. Og Smarsson aftar að línu í Howard og þarna kom inn að fótaspyrna og þetta er vel leist hjá báðum liðum. Hvað gerist hérna? Þeir spilur og það er, Kristján nær ekki að smassa og eftir mikinn barning á var það þannig að stigið féll gestunum í skut. 21-17 í þessari þriðju hrinu. Hamarsmenn leiða í hrinum talið 2-0 og er í ágætri stöðu hér. Ná heimamenn að stríða þeim. Þarna kemur á að spila ekki alveg en boltinn fer yfir. Og þá koma gestirnir og það er Kristján með, þetta er frábær vörn auðmönnum og hvað gerist það? Vantaði herslumuninn en F-fortu að virkilega þarna til staðar. Þannig að stigið er heimamanna 22-17. Hvað gerist hér? Smars, fín vörn og fórst ekki alveg hérna og vel varist ekki nógu vel. Boltinn í Howardin og þaðan í gólfið. (23:17) þegar tekið er leikhlé. 23-17, Hamarsmenn vantaði aðeins 2 stig til að tryggja sér sigur í þessum leik. En það er stutt hlé hjá þessum liðum því að þau eigast aftur klukkan 12 á morgun og leiknum verður streymt þar. Og það eru, eins og áður sagði, ungir framtakssamir menn hérna í Fjallabyggð sem að sjáum að streyma leiknum. Straumendur kallaði sig og njóta liðsins fyrirtækja, Kjörbúðin á Siglufirði og Kjörís í Hveragerði sem að styrkja þessu útsendingu. Og svo má geta þess að Siglo Hótel og Benekta eru diggir styrstaraðilar deildar Blakfélags Fjallabyggðar. Alltaf gott þegar fyrirtæki sjá sér fært að styðja íþrótt og menningarstarf en hérna kemur uppgjöf hjá gestunum, staðan 23-17. Og Hamarsmenn eiga nú séns að skora 24 stigið og þeir gera það. Vantaði herslumunina Howardina á heimönnum. 24-17 og nokkuð ljóst skulum við segja hvorum megin sigurinn lendir þessu leik. Hvað gerist hér? Uppgjöfin kemur og náðu að smassa. Komum við yfir og það er Kristján sem laumar hún. Nei, fín vörn. Þóran með uppspilið og hvað gerist? Gestirnir náðu að bjarga þessu og smass í Howardina. Heimamenn komunum yfir, vel gert. Og þá eru gestirnir, kemur sigurstigi hérna. Nei, heimamenn þrjóskast við og þetta er farið að vera löng
Lota, frábær hávar og stigið Fjallabyggðar 18-24. Menn ekkert að játa sig sigra, alls ekki, og mönnum finnst ekki leiðilegt alveg vellinu sem er bara gaman að sjá. Að gera að hafa gaman að þessu líka. 24-18 og Fjallabyggðarmenn gefa upp. Og sjá boltinn yfir á. Takk fyrir og góðan dag. Hér kom síðasta stig leiksins. Og það eru Hamarsmenn sem að fagna sigri með lágstemmdum sigurdansi, myndi ég nú segja. Sigurdans einhver síður. Unnu þennan leik 3-0 og menn þakka hér hvoru öðrum fyrir leikinn og áhorfendur líka. Og það ætlum við að gera hér líka úr Íþróttahúsinu á Siglufirði. Leiknum er lokið. Blakfélag Fjallabyggðar á móti Hamar B í fyrstdeild karla í Íslandsmótinu í blaki. Það voru gestirnir í Hamar sem höfðu sigur 3-0. Þau eiga svo aftur við á morgun, á sama stað klukkan 12 og það verður hægt að fylgjast með streymi frá leiknum einnig og við þökkum bara fyrir okkur og óskum ykkur góðrar helgi.